14 sem Kristján Jónsson. Fyrir hvernig hann að koma inn á, býttu nú við. Neðar, ég komið með hann alveg niður fyrir hökunni. Hann að koma með hann núna, býttu við. Það einhver farin út af hjá okkur, býttu við. Það einhver farin út af. Númer 2 inn á, númer 3 inn á. Númer 4 inn á, númer 5 inn á. Hver farin út af? Sævar inn á. Hver númer 7? Guðni, hann inn á. Númer 8, Þorvaldur Ölfusson, hver farin út af? Hver númer 9 hjá okkur? Það Guðmundur Torfason farin út af. Hvar Guðmundur Torfason? Hann þarna, já, hver farin út af? Nei. Já, hann farin út af, við veitum. Nei, hann inn á. Atli inn á, hver farin út af? Nei, hann inn á. Sævar inn á. Guðni inn á. Og Kristján Jónsson fyrir út af aftur eða hvað? Nei. Það Þorvaldur Ölfusson. Ok, þetta með þetta. Og þá allt í reiðu fyrir síðarhálfleik hér á Laugardalsvelli. Það eru Albanir sem byrja með boltann í síðarhálfleik og Íslendingar hafa skipt leikmann. Kristján Jónsson fram 14 kominn inn á í stað Þorvalds Örlygssonar. Og það verður enn að fara eftir settur reglum með Pétur Pétursson var hann að fullbráður á sér. En þá leggja Albanir af stað í fyrsta sóknuna. Ísland 1, Albanía 0. Íslendingar átti miklu markið með albanska landslið í fyrri hálfleik. Náðu að skora undir hálflok hálfleiksins. Þar færi verki Arnór Guðjónsson. En hvað skeður nú í síðari hálfleik? Hér Kristján Jónsson. Hér með boltan í fyrsta skipti. Og rennir boltanum tilbaka á Birki Kristinsson. Kristján Jónsson var hér árum áður í íslenska landsliðinu. Hann hefur 10 landsleiki að baki. Hér Arnór Guðjónsson með boltan. Hefur Arnórsson skorað mark Íslendinga á fyrri hálfleiks. Og þá Ólafur Þórðarsson. Sigurður Grétarsson. Ágætt fyrirgjöf. Strax kemur markið sem boltan. Albanir ná að bæja hættinu frá. Og Sigurður Grétarsson hér með boltan. Guðni Bergsson. Íslendingar eiga fyrstu sóknina hér í síðari hálfleik. Sjáum hana hér. Strakosza markvörður Albana misti boltan en félagar hans ná að bæja hættinu frá. Birkir kastar boltanum til vinstri á Kristján Jónsson. Ólafur. Mikill baráttu í jaxl. Ólafur gefur sig hvergi. Og Kristján komur hér kantinn. En það nóga fyrir hjá Albanum. Og hér Guðmundur Torfason kominn inn í sendinguna. Og Albanir taka þetta að skipta boltan. Beint út af. Íslendingar miðja síðar hálfleik. Pétur Holmslev tekur innkastið. Og það skeður nú. Torfason skalla og Pétur Pétursson og nú kaldir þarna albansku varnarmennir og trista mjög vel Strakosza markverði. Og þá það Guðmundur. Og ég sé það nú að Albanir hafa líka skiptum með manni í leikfélaginu. Það fyrir þessu máli eftir við því að það Íslendingar
boltanum? Nei. Þá það Demonari fyrir Albana. Og Legbello yfir miðjuna. Jónsi. Það var mjög laglega með fréttin albensku leikmennirnir. Það eru nettir. Allir sækir hér Harður horn að taka hann Atli Eðvarsson. Og vaknaði dómari frá Sævar Jónsson og Pétur Pétursson frá boltanum. En Jónsi tekur aukaspyrnuna. Persson skalla frá. Torfarsson, Arnór. Pétur Hanslev kipti hér í albanska leikmenn en Íslandingar fyrir að stað. Hér Vera sem sendi boltan tilbaka á Strömmosa. Sævar Jónsson á þennan boltan. Míló. Jósef. Rángstað hér og á síðustu stundu bjargar Atli og Guðni Bergsson. Engin hornspyrna. Atli náði hér boltanum. Pétur Hanslev yfir á miðjuna á Sigur Pétursson. Hann með langa sendingu Pétur Pétursson. Kemst hann hér í gegn Pétur. Mjög og marksækinn. Þeir náðu hér að stöðva Pétur Pétursson. Íslendingar fá aukaspyrnu rétt utan vítategs. Ísland 1, Albanía 0. 40 mínútur eru enn til leiksloka hér á Laugardalsvelli. Þessum fyrsta leik í riðlakeppninni á Evrópumeistaramótinu í knattspyrnu. Og varnarveggur Albana verður að vera 9 metra frá boltanum. Þeir hlýr ekki Vaknætt dómara Albanir. Og Vaknætt kallar til sín Demolari. Og það er Demolari. Það verður að ganga til Vaknætts dómara. Hann fær áminningu. Fyrsta gula spjaldi. Hér í þessu leik á Laugardalsvelli. Það er Demolari. Sem hefur að sjá það. Og Pétur tekur aukaspyrnuna, beint í varnarveginn. Alberi. Jósef með sendingu þar á miðjunni. Fyrsta daginn hann missir í boltann. Hér og aukaspyrna dæmd á Íslendingar. Leikmaður nummer 8 hjá Albönum. Það er hér áminningu. Það er Nán Kófi. Íslendingar sem eiga þessa aukaspyrnu. Pétur Hanslev stillir boltanum upp. Og hér kemur aukaspyrnan. Ekki náði Atli Eðvarsson að skalla boltan. Demolari hér ferðinni. Nú koma Albanir upp hægri kant. Miklu meiri kraftur í íslenska liðinu í síðari hálfleik en í hinum fyrri. Pétur Pétursson, sending á Guðni Torfarsson. Hér mikið kraftur. Lókan senda
sending fram á Arberi. Viktor Holmstedt og Sigurður Grétarsson sjá þetta og senda boltann tilbaka á Birki Kristjánsson. Og það eru Albanir sem vinna hér boltann á miðjunni eftir þessa markspyrnu eða útspark frá Birki Kristjánssoni. Olsen. Ólafur Þórðarsson. Það er vel með knöttinn á miðjunni Albanir og hér reynaði skot á Lundafæri. Þetta er rétt fram hjá markinu. Þetta var hættuleg skot. Hættuleg skot. Og við sjáum þetta hér. Það er enn Jera sem er að reyna að skota Lundafæri. Laugardalsvelli. Þar er Martumanninn og hér sjáum við heiðursgestinn Ásgeir Sigurðsson sem í kvöld var sæmdur gullmerki Knattspyrnusambands Íslands fyrir frábæra frammistöðu en hér eru félagar hans í sókn gegn Albönum. Ásgeir lék síðast við íslenska landsliðinu hér á Laugardalsvelli gegn Tyrkjum í fyrra. Það virðist eitthvað að hafa dregið af íslenska landsliðinu nú síðustu mínútur. Hér er það Jera og svo er það Míló. Skiptir yfir til hægri. Og þá Demolari en Guðni Bergsson til varnar Kristján Jónsson. Sævar Jónsson sem tekur þessa aukaspyrnu. Þórðarsson stendur í ströngu sem fyrr og hann vinnur hér aukaspyrnu. En það er Pétur Holmstedt sem tekur aukaspyrnuna.
Sigur Pétur og Arnór og Hafnar. Algeirsson og Íslandingur. Rósleiki hérna, Pétur og Arnór. En skot Arnórs í albanskan varnarmann og Íslandingar á hornspyrnu. Pétur Olmsteinn hefur stillt boltanum upp. Og hér kemur hornspyrnan frá Pétri. Sigurður Grétarsson senda boltan aftur á Pétur. Pétur senda boltan aftur fyrir markið. Og Arnór skot! Frábært skot! En í varnarleik Albanar. Já, hann ákveðinn og marksækinn, hann Arnór Guðjónsson. Hér hann aftur í boltanum. Hann Sigurður Grétarsson. Vel gert hjá honum. Rennir boltanum hér. En þessi sending lögð fyrir Jóhann. Markspyrna og markið. Ágætsson og Íslandingur. Íslandingar eru greinilega að ná yfir hendinni á ný hér á Laugardalsvelli. Og hér sjáum við skot Arnórs áðan. Gott skot en beint í albanskan varnarmann. Pétur Olmsteinn. Það Pétur Pétursson boltanum. Já. Og hann setur boltanum nýjulega. Það skoðar þessi boltanum. Albanir sem nú reyna langa sendingu fram völlinn. Guðni Bergsson hlýtur að hafa þetta allt í hendi sér. Nei, hann missir boltan út af og það Demonari sem á innkastið. Ísland 1, Albanía 0, 30 mínútur enn til leiksloka hér á Laugardalsvelli og hér Demonari dæmdur rangstæður. Íslandingar fara nú rólega af stað. Birkir Kristinsson markvörður. Rólegar mínútur, það sem aðeins síðir hálfleik. Þorvarsson. Íslandingar einkastið. Sævar Jónsson. Innkastið og Sævar aftur. Markmannum vantar hér. Þeir greinilega hræddir við Pétur Pétursson. Og hér á Íslandingar vantar valdur. Það einhver viðskilning frá Guðni Þorvarsinni og Pétri Olmsteinn. Og þar með fóð þetta bæði hornvörður. Frá Birki. Pétur Olmsteinn. Og þetta aukaspyrnu ekki það. Hér var Sigurður Grétarsson heldur. Albaninn krakki í hann. Aukaspyrna segir Martin dómari og það Pétur Olmsteinn sem stillir boltanum upp. Og hér kemur aukaspyrnan frá Pétri. Atli. Og fiksaði nú Albaninn. Albaninn er mjög að verjast. En á Íslendingar að fylgja þessari sókn eftir.
Þjálfari aftur. Hann skiptir yfir á hægri kant á Arberi. Arberi reynir að komast inn fyrir Kristján Olsson. Hann tekst ekki en Albanir á boltinu. Jósef sem tók hornspyrnuna. Og hér kemur skot á löng og færi frá Jera. Verða að reyna það nokkuð sinnum í þessum leik en Jera að skjóta á löngu færi eins og Legbelló. En þessi skot þeirra félaga hafa nú ekki skapað neina hættu eins og komið er. Bestu marktækifæri Albana komið í fyrri hálfleik þegar að hinn snöggi Sjó slapp inn fyrir vörn Íslendinga þrívegis. Mari, Sævar og Pétur Olmstedt. Það er aftur á Arnór. Og svona að gera. Og Arnór reynir að skipta út á vinstri með þessi sendingur að ekki rétt að leið. Og þá kemur Legbelló. Demolari, botturinn á pannan í öllum leik albanska liðsins á miðjunni. Andri býður færi sett og gólsending hjá Demolari og Marnæ dómarinn dæmir með aukaspyrnu á Albanabrotið á Guðna Bergsinni. Og áhorfendur bíða nú eftir öðru marki. Það er orðið 3:40. Þessi leikur er ekki tilþrifið mikill sem við fengið að sjá. Það mistum þetta ekki til þessa. Það er enn nægur tími til stefnu. Íslendingar hafa enn yfir 1-0 og hér kemur sending frá Arnari yfir á Pétur Pétursson og Sigur Grétarsson með skot. Ágætt skot. Skot en boltinn fram í markinu og þá hefur Bó Jóhannsson næstisjálfari Íslands skipt inn á öðru varamanni. Hér er kominn Ormar Örlygsson í stað Guðmundar Torfarssonar og Bó Jóhannsson hefur þá notað báða varamenn íslenska landsliðsins hér í kvöld og það er Ólafur Þórðarsson sem sendir boltann fram á Pétur Pétursson og síðan kemur fyrirgjöf og náður að fylgjast eftir. Hér kemur Ormar. Æj. Og kemur Ormar með þessu komin í mál og strax komin í sóknina. Hér á Freyju Hörg. Hér kemur laung sending frá Albanu á Arberi. En áður vel við þetta Albanir hins vegar fljótir og nettir. Hér er Atli. Pétur Olmstedt. Þetta er Pétur nú að gera. Hann er enn með boltann. Sendir boltann á Arnór. Og það er aftur og þessi sending á Rógó. Demolari er kominn og búinn að sækja boltann. Jósef. Og það var ágætt sending frá Mata en Arberi var ekki alveg vel með rótunum.
dómari er búinn að vera mjög röggsamur í þessu leik. En það er Pétur Olstef sem tekur hér aukaspyrnuna. Nær Atli boltanum, nei. Það er hestuminin. Abasi spilur boltanum inn. Sennilega ræðastur íslenskar knattspyrnumanna fyrir síðan 20 mínútur til leiksloka hér á Laugardalsvelli. Ísland 1, Albanía 0. Og íslenska liðið hlýtur að geta mun betur en við fengið að sjá hér á Laugardalsvelli í kvöld. Það eru Albanir sem hér eru boltan. Iló og nú Gera. Albanska sóknarleiknum og þeim hefur gengið erfiðlega og það í fyrri hálfleik. En hér er Arnór Guðjónsson ástæður en McKnight dómari, hann fer ekki eftir línuverðin, hann lætur leikinn halda áfram því að Albanir eru með boltan. Boltinn missi hann hér, já, við vissum það, hann getur náð boltan, nei, Albanir er búin að ná boltanum aftur. Algjör þólu á miðjunni.
Ólafsson og Ólafur Þórðarsson. Ólafur hægri á Sævar, hendur vel gert, Pétur með skalla! Það segir svo að Íslandsfélaginu þetta vinnu svo. Einlega sendingar og Mattísson. Pétur einskýr svo. Skalli frá Sævari yfir á Pétur Pétursson. Góður skalli en frábærlega vel varið hjá Stragossa, markverði Albanna. Hann bjargaði hér í horn og það Pétur Romstöð sem tekur hornspyrnuna. Og hér kemur út. Pétursson á bottanum, en nei, Ólafur bottanum. Sér strengur, jú, hann var til bottanum. Og hér það Arnór Guðjónsson. Komið tveir og Arnór vil gefa sér hlut en hann ýtti hér frá sér. Guðjónsson. Þeir kvarta gjarnan heimstík eftir viðskiptin við íslensku leikmennina, afgörsku leikmennir, að þeir fá einhver tíma hjá marknættdómara til þess að sleika sár sín. Þessa stundir hér á marki sínu. Og Íslendingar komnir á fullt aftur. Ólafur Þórðarsson, Örlygsson. Hér afturstur við Sævar Jónsson og Edvard Abbasi. Og nú vilja Albanir skipta leikmann. Viljandi og Frektor. Vinstri á Jera og síðan kemur hálfsendingar. Raunismark skópið hjá albanska landsliðinu í knattspyrnu. Skópun eru ekki nægilega fullkomin. En það skiptir ekki nokkru máli. Hér Ormar Örlygsson og Pétursson. Leikmanna albanska landsliðsins og demálarinn um 11. Þannig sýnist nú öllu að úrslitin sé ráðin hér í þessu leik. Besti móðurinn var einn af albanska landsliðinu. Hér leitar markmenn dómarinn og belt. Rángstaða, en nú leifir markmenn dómarinn sennilega skiptinguna.
komin aftur, leikmaður númer 13, hann Iljati. Sennilega allt í lagi með skópunnaðinn. Og mér sýndast að vera Nóka sem var að fara að leikvelli. En bæði lið hafa þá telt fram báðum og aðeins sínum í þessum leik. Einu verða skiptingin ekki. Sævar Jónsson hér á ferðinni og Pétur og Sigurður Grétarsson. Og Albanir missa boltan aftur endalögn. Við fáum hér hornspyrnu. Það er sem sagt að fylgja þessu eftir. Það komið tími til. Það er ekki nema 10 mínútur til leiksloka hér á Laugardalsvelli. Staðan er enn Ísland 1, Albanía 0. Mark Íslendinga gerði Arnór Guðjónsson undir lok fyrri hálfleiks. Og nú er komið tími til að bæta öðru marki við. Pétur Ormslev tekur hornspyrnuna. Og Albanir ná að bæja hálfleik frá og nú tekst hjá þeim. Hér er Nefnari. Jera. Og nú var það Veri sem nefndar ástæður. Persson yfir á Kristján Jónsson. Á Kristján aftur. Fyrir þennan leik þá lofaði landsliðsþjálfarinn sóknarleik og mínu dómi hefur hann ekki verið í fyrirrúmi. Lengst af hafa Albanir átt í 53 við íslenska landslið. Reiknaði flestu með því að Albanir myndu spila stífan varnarleik og beita skyndisóknum. En Albanir hafa þó sjaldan náð að komast í gegnum íslensku völdinni. Það er eins og Íslendingum falli betur að leika varnarleik og byggja sín og skyndisóknum. En það þurfa að ráða ferðinni högum á miðjunni. Þar hafa Albanir gefið eftir og samleikur albanska landsliðsins hefur oft á tíðum verið með ágætum. Íslensku knattspyrnumannanna eru meiri og við þurfum að nýta betur heimavöllin. Albanir hafa aldrei unnið sigur í Evrópukeppni í knattspyrnu. Það bendir ekki til þess að þeir eru árið hér á Laugardalsvelli. Íslendingar hafa unnið sigur á Hólmi. Það þarf meiri kraft í íslenska liðið. Og hér Íslendingar brotlegir, Sigurður Grétarsson og Magnar dómarinn dæmir að sjálfsögðu aukaspyrnu. Jera yfir Albani. Og hann reynir hér skot, en Viktor Kristinsson jafnar á lokasæti. Þetta var ágætt skot á Vata, eins og við sjáum hér. Vel gert frá báðum, Vata og Birki. Íslendingar fá hér einn kast.
Pétur Rönnström sem fær að spreita sig og fáið örugglega langt kast. Og Atli er að skella boltan hér yfir vinstri, vantaði þar félag Atla, en hvað gerir Arnór hér? Ólafur tilbaka og Sigurð. Ólafur aftur og Rúðar Sigurður komst í endamerkin og hann gerir hann og Birgir og síðan hafa þeir leikið 199 leiki. Það er gaman að því að vinna sigur í 200. leiknum og þriðja marki hér, Pétur Ormslev, hér kom Ingjaki á síðustu stundu og bjargaði í horn. Við venn tíma til þess að bæta þriðja markinu við. Þetta var góð sending. Það var erfitt fyrir Pétur að komast inn fyrir Ingjaki. En Pétur fær hornspyrnuna. Hornspyrnu sérfræðingur Pétur, en þessi spyrna fór beint í Saragossa. Persson.
Góðsendi. Leik Íslendinga. Það var Arnór Guðjónsson sem skoraði fyrra markið undir lok fyrri hálfleiks en Atli Eðvarðsson bætti síðan öðru marki við undir lok síðari hálfleiks. En verðskuldaði sigur Íslendinga á alþjóðlegum í þessum landsleik hér í kvöld. Það fer ekkert á milli mála en þessi leikur var því miður ekki tilþrifa mikill. En sigur vannst hér í fyrsta leiknum á Evrópumeistaramóti landsliða í knattspyrnu. Ísland 2, Albanía 0. Spánverjum og Tékkum í riðlakeppni Evrópumeistaramótsins og það voru hér í kvöld fulltrúar frá Tékkum, Spánverjum og Frökkum. Fyrir Frakka kom hingað enginn annar en Michel Platini, frægasti knattspyrnumaður Frakka fyrr og síðar, þjálfari franska landsliðsins. Heiðursgestur á þessum leik var Ásgeir Sigurðsson sem nú hefur lokið glæsilegum ferli. Hann lék 45 landsleiki fyrir Íslendinga og hann var heiðursgestur hér á Laugardalsvelli í kvöld og var sendur gullmerki knattspyrnusambands Íslands. En þá er þessu lokið hér á Laugardalsvellinum í kvöld þar sem Íslendingar báru sigurorð af Albönum í Evrópukeppni landsliða í knattspyrnu. Arnór Guðjónsson skoraði fyrra markið undir lok fyrri hálfleiks en það var Atli Eðvarðsson sem innsiglaði sigur Íslendinga með þessu marki undir lok leiksins.